Jökull, það byrjar allt hjá ykkur á mánudaginn, hvernig svona leggst þetta allt í þig? Bara mjög vel, maður er mjög spenntur og já, bara skemmtileg vika núna í gangi, framöndan. Stjörnuliðið klárt? Já, við erum bara klárir og loka undirbúningur svona bara í gangi, þannig að leiðir þetta frá síðasta leik sem var á laugardaginn og svona síðan að byrjum við helgina að leggja einhverja áherslu á hvað við gerum í þessu leik og komum í hann að krafti. Svona fljótt á litið ef við hugsaum tilbaka, úrslitin frá því að þið fóruð æfingarferð hafa ekkert verið frábær, hvað svona útskýrir það? Við svo sem vissum alltaf að þessi 2 leikir beint eftir æfingarferð yrðu skrítnir, við tökum frí eftir æfingarferð og einn leikurinn kemur inn í það, hinn þá er menn búin að vera 1 dag, þetta er svona bara skrítið og auðvitað ekki eins og við viljum hafa það samt. Þetta eru 2 leikir sem að einhvern veginn verða engu og það er bara svolítið dýrt í bara undirbúningi liðsins, þannig að það er eitthvað þetta sem við munum skoða. Svo voru svona aðeins off á móti káringunum og það var allt í lagi, það er ekkert hræðilegt en alveg rétt að svona ekki bara úrslitin en svona frammistöðunar og takturinn hefur ekki verið góður eftir æfingarferð og eitthvað sem við höfum bæði rætt og farið yfir og svona notum bara að slípa okkur saman fyrir mót, þannig að en ekki neitt sem ég hef áhyggjur af. Eru þið eitthvað að skoða á markaðnum? Við erum ekki í einhver leit en maður er auðvitað alltaf að velta fyrir sér hvort að hópurinn þurfi einhverju styrkingu, hvort að já, bara hvort að það sé einhver staðar sem við þurfum að bæta í og hvort hann þurfi já, bara örfun með þeim hætti að taka inn nýjan leikmann. Það er ekki auðvelt að taka inn leikmann og ég er mjög ánægður með það sem á að koma inn og veltan er mikil nú þegar á milli tímabila, meira en ég hefði kannski viljað og meira en verður undir eðlilegum kringumstæðum. Þannig að við erum bara opnir en ekki að leita. Ía bauð í Adolf Daða, þið voru ekki tilbúin að láta hann fara? Nei, Adolf Daði, þó að hann hef ekki spilað jafn mikið á síðust tímabili og hann hefði viljað og leikmaður á hans kaliberi ætti kannski að gera. Þá var hann bara algjör lykilmaður og leiðtogi í þessu liði og verður það áfram. Þannig að það kom aldrei til greina. Hvernig svona leggst þetta í þig? Þú veist, horfurðu utanfrá á toppbaráttunni eða vilt þú vera hluta af henni? Við viljum þetta bara vera eins ofalega og hægt er. Það er alveg klárt. Ég hef engan áhuga á að bera okkur saman við einhverja aðra. Miklu meira áhuga á því bara hvað við erum að gera og hvernig við vinnum hlutina, hvert við getum komist og það er óháð öðrum. En við viljum komast ofar og enginn hjá okkur er þið sáttur með 5. sæti. FH í fyrsta leik, hvernig ætlaði að vinna FH? Ég held að með svona fyrst og fremst bara aggressjoni held ég. Ég held að Heimir er með fáránlega öflugan þjálfara í honum og ég man ekki til þess að liðin hans hafi verið nokkuð annað en bara fáránlega öflug í upphafi móts. Þó að FH hefði kannski verið svona aðeins dalað þetta hjá þeim síðustu 2-3 ár en það verður bara fáránlega erfiður leikur og við munum undirbúa okkur til það og eins og ég segi það mun snúast hugarfarið fremur en nokkuð annað. Takk fyrir þetta, Jökull. Takk.